Ávöxtur sannleikans. Orð Guðs í hjarta manns. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. 24. Ávöxtur sannleikans. Hjartalandið, taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðum jarðvegi, sáðu fræjum sannleikans og berðu ávöxt með því að rækta sannleikan. Endurheimta land, finndu ósannleikan sem Biblían segir að þú eigir að henda eða ekki gera, taktu hann úr hjarta þínu og gerðu hann frjóan jarðveg. Að gróðursetja fræ sannleikans. Finndu sannleikan sem Biblían segir að varðveita og gróðursettu fræ sannleikans í hjartareitin úr frjósömum jarðvegi, ræktaðu hann og berðu ávöxt sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Ávöxtur sannleikans. Verkefni. 1. Verkefni, henda því. 2. Verkefni, ekki það. 3. Verkefni, haltu því. 4. Verkefni, gerðu það. Verkefni, gerðu það. Taktu ósannleikan úr hjarta þínu og gerðu það að góðri mold. Lifandi vegurinn. Opinberunarbókin 4:3. Hebreabréfið 10:20. Hebreabréfið 3:1. Bræður heilagir. Þér eru hluttakar himneskrar köllunar. Gefið því gætur að Jesú, postula og æðsta presti játningar vorrar. Hebreabréfið 22 mínútur yfir 10. Látum oss því ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartrausti, með hjörtum, sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitundum synd, og með líkumum, sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Hebreabréfið 23 mínútur yfir 10. Höldum fast við játningu vonar vorrar án þess að kvika, því að trúr sá, sem fyrirheitið hefur gefið. Hebreabréfið 24 mínútur yfir 10. Gefum gætur hver að öðrum og hvetjum hver annan til kærleika og góðra verka. Hebreabréfið 32 mínútur yfir 10. Minnist fyrri daga, ef þér höfðu tekið á móti ljósinu, hvernig þér urðu að þola mikla raun þjáninga. Hebreabréfið 11:6. En án trúar er ógerlegt að þóknast honum, því að sá, sem gengur fram fyrir Guð, verður að trúa því, að hann sé til og að hann umbuni þeim, er hans leita. Hebreabréfið 12:2. Beinum sjónum vorum til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar, beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, matsmann einskis og hefur nú setts til hægri handar hásæti Guðs. Hebreabréfið 14 mínútur yfir 12. Stundi frið við alla menn og helgun, því að án hennar fær engin drottin leitið. Hebreabréfið korter yfir 12. Hafi gát á, að engin missi af Guðs náð, að engin byskjurót renni upp, sem truflun valdi og margir sörgist af. Hebreabréfið 16 mínútur yfir 12. Gæti þess, að eigi sé neitt hórkarl eða vanheilagur, eins og Esú, sem fyrir einn málsverð lét af hendi frumburðarétt sinn. Hebreabréfið 13:1. Bróðurkærleikurinn haldist. Hebreabréfið 13:3. Minnist bandingjana, sem væru þér sambandingjar þeirra. Minnist þeirra illt líða, þar sem þér sjálfur eru einnig með líkama. Hebreabréfið 13:7. Veri minningir leiðtoga yðar, sem Guðs orð hafa til yðar talað. Virði fyrir yður, hvernig ævi þeirra lauk, og líkið eftir trú þeirra. Hebreabréfið korter yfir 1.
Fyrir hann skulum við því án afláts bera fram lofgjörðafórn fyrir Guð, ávöxt vara, játa nafn hans. Hebreabréfið 17 mínútur yfir 1. Hlýði leiðtogum yðar og verið þeim eftirlátir. Þeir vaka yfir sálum yðar og eiga lúka reikning fyrir þær. Verið þeim eftirlátir til þess að þeir geti gjört það með gleði, ekki andvarpandi. Það væri yður til ógagns. Hebreabréfið 18 mínútur yfir 1. हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं. Jakobsbréfið 1:2. Álítið það, bræður mínir, eintómt gleðiefni, þér ratið í ýmiss konar raunir. Jakobsbréfið 1:4. En þolgæði á að birtast í fullkomnu verki, til þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yður sé í engu ábótavant. Jakobsbréfið 1:5. Ef einhvern yðar brestur visku, þá biðji hann Guð, sem gefur öllum örlátlega og átölulaust, og honum mun gefast. Jakobsbréfið 1:6. En hann biðji í trú, án þess að efast. Sá sem efast líkur sjávaröldu, rís og hrekst fyrir vindi. Jakobsbréfið 1:9. Lágt settur bróðir hrósi sér af upphefð sinni. Jakobsbréfið 10 mínútur yfir 1. En auðugur af lægingu sinni, því hann mun líða undir lok eins og blóma á engi. Jakobsbréfið 19 mínútur yfir 1. Vitið, bræður mínir elskaðir, hver maður skal vera fljótur til að heyra, seinn til að tala, seinn til reiði. Jakobsbréfið 22 mínútur yfir 1. Verði gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Jakobsbréfið 12 mínútur yfir 2. Talið því og breytið eins og þeir, dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Jakobsbréfið 13 mínútur yfir 3. Hver vitur og skynsamur yðar á meðal? Hann láti með góðri hegðun verk sín lýsa hóplátri speki. Jakobsbréfið 4:7. Gefið yður því Guði á vald, standi gegn djöflinum, og þá mun hann flýja yður. Jakobsbréfið 4:8. Nálægið yður Guði, og þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar, þér syndarar, og gjörið hjörtum flekklaus, þér tvílindu. Jakobsbréfið 10 mínútur yfir 4. Auðmýkið yður fyrir drottni og hann mun upphefja yður. Jakobsbréfið 5:1. Hlustið á, þér auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum, sem yfir yður mun koma. Jakobsbréfið 5:8. Þreyið og þér, styrkið hjörtu yðar, því að koma drottins í nánd. Jakobsbréfið 10 mínútur yfir 5. Bræður, takið spámennina til fyrirmyndar, sem tala hafa í nafni drottins og liðið illt með þolinmæði. Jakobsbréfið 13 mínútur yfir 5. Líði nokkrum illa yðar á meðal, þá biðji hann. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Jakobsbréfið 14 mínútur yfir 5. Sé einhver sjúkur yðar á meðal,
þá kalli hann til sín öldunga safnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum. Jakobsbrefið 16 mínútur yfir 5. Játið því hver fyrir öðrum syndir yðar og biðjið hver fyrir öðrum, til þess að þér verði heilbrigðir. Kröftu bæn réttlátsmanns megnar mikið. 1. Pétursbref 13 mínútur yfir 1. Gjörið því hugi yðar viðbúna og vakið. Setjið alla von yðar til þeirra náðar, sem yður mun veitast við opinberun Jesú Krists. 1. Pétursbref korter yfir 1. Verðið heldur sjálfur heilagir í allri hegðun, eins og sá heilagur, sem yður hefur kallað. 1. Pétursbref 16 mínútur yfir 1. Ritað verið heilagir, því ég heilagur. 1. Pétursbref 17 mínútur yfir 1. Fyrst ákallið þann sem föður, dæmir án manngreinarálits eftir verkum hvers eins, þá gangi fram í guðsótta útlegðatíma yðar. 1. Pétursbref 22 mínútur yfir 1. Þér hafi hreinsað yður með því að hlýða sannleikanum og beri hræsnislausa bróðurelsku í brjósti. Elskið því hver annan af heilu hjarta. 1. Pétursbref 2:2. Sækist eins og nýfædd börn eftir hinni andlegu, ósviknu mjólk, til þess að þér af henni geti dafnað til hjálpræðis. 1. Pétursbref 2:5. Og látið sjálfur uppbyggjast sem lifandi steinar í andlegt hús, til heilags prestafélags, til að bera fram andlegar fórnir, Guði velþóknarlegar fyrir Jesú Krist. 1. Pétursbref 11 mínútur yfir 2. Þér elskuðu, ég áminni yður sem gesti og útlendinga að halda yður frá holdlegum girndum, sem heyja stríð gegn sálunni. 1. Pétursbref 13 mínútur yfir 2. Verið drottins vegna undirgefnir allri mannlegri skipan, bæði keisara, hinum æðsta. 1. Pétursbref 14 mínútur yfir 2. Og landshöfðingjum, sem hann sendir til að refsa illgjörðamönnum og þeim til lofs breyta vel. 1. Pétursbref 16 mínútur yfir 2. Þér eru frjálsir menn, hafið ekki frelsi fyrir hjúp yfir vonskuna, breytið heldur sem þjónar Guðs. 1. Pétursbref 17 mínútur yfir 2. Virðið alla menn, elskið bræðrafélagið, óttist Guð, heiðrið keisaran. 1. Pétursbref 18 mínútur yfir 2. Þér þjónar, verið undirgefnir húsbændum yðar með allri lotningu, ekki einungis hinum góðu og sanngjörnu, heldur einnig hinum ósanngjörnu. 1. Pétursbref 3:1. Eins skulu þér, eiginkonur, vera undirgefnar eiginmönnum yðar, til þess að jafnvel þeir, sem vilja ekki hlýða orðinu, geti unnist orðalaust við hegðun kvenna sinna. 1. Pétursbref 3:4. Heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hógværs og kyrláts anda. Það dýrmætt í augum Guðs. 1. Pétursbref 3:7. Og þér eiginmenn, búið með skynsemi saman við konur yðar sem veikar í ker og veitið þeim virðingu, því að þær munu erfa með yður náðina og lífið. Þá hindrast bænir yðar ekki. 1. Pétursbref 3:8. Að lokum verið allir samhuga, hluttekningasamir, bróðurelskir, miskunnsamir, auðmjúkir. 1. Pétursbref 11 mínútur yfir 3. Hann sneiði hjá illu og gjöri gott, ástundi frið og keppi eftir honum. 1. Pétursbref korter yfir 3. En helgi Krist sem drottin í hjörtum yðar. Verið ætíð reiðubúnir að svara hverjum manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. 1.
Pétursbréf 16 mínútur yfir 3. En gjöri það með hógverð og virðingu og hafi góða samvisku, til þess að þeir, sem lasta góða hegðun yðar sem kristinna manna, verði sér til skammar í því, sem þeir mæla gegn yður. 1. Pétursbréf 4 á móti 1. Eins og því Kristur leið líkamlega, svo skulu þér og herklæðast sama hugafari. Sá sem hefur liðið líkamlega, skilinn við synd. 1. Pétursbréf 4 á móti 7. En endur allra hluta í nánd. Verið því getnir og algáðir til bæna. 1. Pétursbréf 4 á móti 8. Umfram allt hafi brennandi kærleika hver til annars, því að kærleikur hylur fjölda synda. 1. Pétursbréf 4 á móti 8. Verið gestrisnir hver við annan án möglunar. 1. Pétursbréf 10 mínútur yfir 4. Þjónið hver öðrum með þeirri náðargáfu, sem yður hefur verið gefin, sem góðir ráðsmenn margvíslegar náðar Guðs. 1. Pétursbréf 13 mínútur yfir 4. Gleðjist heldur þér takið þátt í píslum Krists, til þess að þér einnig megi gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. 1. Pétursbréf 16 mínútur yfir 4. En ef hann líður sem kristinn maður, þá fyrirverði hann sig ekki, heldur gjöri Guð vegsamlegan með þessu nafni. 1. Pétursbréf 5 á móti 3. Þér skulið eigi drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. 1. Pétursbréf 5 á móti 3. Og þér, yngri menn, verið öldungunum undirgefnir og skrýðist allir lítillætinu hver gagvart öðrum, því að Guð stendur gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. 1. Pétursbréf 5 á móti 7. Varpið allri áhyggju yðar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir yður. 1. Pétursbréf 5 á móti 8. Verið algáðir, vakið. Óvinur yðar, djöfullinn, gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleypt. 1. Pétursbréf 5 á móti 9. Standi gegn honum, stöðugir í trúni, og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. 1. Pétursbréf 12 mínútur yfir 5. Með hjálp Silvanusar, hins trúa bróður, í mínum augum, hef ég stuttlega ritað yfir þetta til þess að minna á og vitna hátíðlega, að þetta hinn sanna náð Guðs. Standi stöðugir í henni. 2. Pétursbréf 1 á móti 5. Leggi þess vegna alla stund á að auðsýna í trú yðar dyggð, í dyggðinni þekkingu. 2. Pétursbréf 1 á móti 6. Í þekkingunni sjálfsögun, í sjálfsöguninni þolgæði, í þolgæðinu guðrækni. 2. Pétursbréf 1 á móti 7. Í guðrækninni bróðurelsku og í bróðurelskunni kærleika. 2. Pétursbréf 10 mínútur yfir 1. Kosti þess vegna því fremur kapps bræður, að gjöra köllun yðar og útvalning vissa. Ef þér gjörið þetta, munu þér aldrei hrasa. 2. Pétursbréf 12 mínútur yfir 3. Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu Guðsdags, en vegna hans munu himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. 2. Pétursbréf 14 mínútur yfir 3. Með því að þér nú, þér elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. 2. Pétursbréf 17 mínútur yfir 3. Með því að þér vitið þetta fyrirfram,
þér elskaðir, þá hafi gát á yður, að þér látið eigi dragast með að villu þverbrotina manna og fallið frá staðfestu yðar. 1. Jóhannesarbréf 24 mínútur yfir 2. En þér, látið það vera stöðugt í yður, sem þér hafi heyrt frá upphafi. Ef það er stöðugt í yður, sem þér frá upphafi hafi heyrt, þá munu þér einnig vera stöðugir í syninum og í föðurnum. 1. Jóhannesarbréf 27 mínútur yfir 2. Og sú smörning, sem þér fenguð af honum, hún er stöðug í yður, og þér þurfið þess ekki, að neinn kenni yður, því smörning hans fræðir yður allt, hún er sannleiki, en engin lygi. Verið stöðugir í honum, eins og hún kendi yður. 1. Jóhannesarbréf 3:7. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur, eins og Kristur er réttlátur. 1. Jóhannesarbréf 11 mínútur yfir 3. Því að þetta er svo boðskapur, sem þér hafi heyrt frá upphafi, við eigum að elska hver annan. 1. Jóhannesarbréf 18 mínútur yfir 3. Börnin mín, elskum ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. 1. Jóhannesarbréf 4:1. Þér elskaðir, trúið ekki sérhverjum anda, heldur eini andana, hvort þeir séu frá Guði. Því margir falsbámenn eru farnir út í heiminn. 1. Jóhannesarbréf 4:7. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn er frá Guði kominn, og hver sem elskar er af Guði fæddur og þekkir Guð. 1. Jóhannesarbréf 16 mínútur yfir 5. Ef einhver sér bróður sinn dríkja synd, sem er ekki til dauða, þá skal hann biðja, og Guð mun gefa honum líf, þeim sem ekki syndgar til dauða. Til er synd til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. 1. Johannesarbrev pukul 5:21. Börnin mín, gætið yðar fyrir skurðgóðunum. 2. Jóhannesarbréf 1:5. Og nú bið ég þig, frú mín góð, og er þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það, er við höfðum frá upphafi, við skulum elska hver annan. 2. Jóhannesarbréf 1:8. Hafi gætir á sjálfum yður að þér missi ekki það, sem við höfum áunnið, heldur megi fá full laun. 3. Jóhannesarbréf 11 mínútur yfir 1. Breyttu ekki eftir því, sem illt er, minn elskaði, heldur eftir því, sem gott er. Sá sem gott gjörir heyri Guði til, en sá sem illt gjörir hefur ekki séð Guð. Júdasarbréfið 17 mínútur yfir 1. En þér elskaðir, minnist þeirra orða, sem áður hafa tölu verið af postulum drottins vors Jesú Krists. Júdasarbréfið 20 mínútur yfir 1. En þér, elskaðir, byggið þið sjálfa upp í yðar helgustu trú. Biðjið í heilugum anda. Júdasarbréfið 21 mínútur yfir 1. Varveitið sjálfa yður í kærleika Guðs og bíðið eftir náð drottins vors Jesú Krists til eilífs. Júdasarbréfið 22 mínútur yfir 1. Verið mildir við suma, þá sem eru efablandnir. Júdasarbréfið 23 mínútur yfir 1. Suma skulu þér frelsa með því að hrífa þá út úr eldinum. Og suma skulu þér vera mildir við með ótta og hatið jafnvel kirtilinn sem flekkaður er af holdinu. Opinberunarbókin 2:5. Minnst þú því, úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör iðrun og breyttu eins og fyrrum. Að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastykku þína úr stað, ef þú gjörir ekki iðrun. Opinberunarbókin 10 mínútur yfir 2. Kvíð þú ekki því, sem þú átt að líða. Sjá, djöfullinn mun varpa nokkrum yðar í fangelsi, til þess að yðar verði freistað,
og þér munu þrenging hafa í 10 daga. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Opinberunarbókin 16 mínútur yfir 2. Gjör því iðrun. Að öðrum kosti kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Opinberunarbókin 25 mínútur yfir 2. Nema það að þér haldið því sem þér hafið, þangað til ég kem. Opinberunarbókin 29 mínútur yfir 2. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Opinberunarbókin 3 á móti 2. Vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komið. Því margt hef ég fundið í fari þínu, sem ekki stenst fyrir Guði mínum. Opinberunarbókin 11 mínútur yfir 3. Ég kem skjótt. Haltu fast því, sem þú hefur, til þess að enginn tæki kórónu þína. Opinberunarbókin 18 mínútur yfir 3. Ég ræð þér að þú kaupir af mér gull, skýrt í eldi, til þess að þú verður auðugur, og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komi í ljós vanvirða nektar þinnar, og smysl að smyrja með augu þín, til þess að þú verður sjáandi. Opinberunarbókin 19 mínútur yfir 3. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Ver því heilhuga og gjör iðrun. Opinberunarbókin 19 á móti 5. Og frá hásætinu barst rödd, sagði, lofsingi Guði vorum, allir þér þjónar hans, þér sem hann óttist, smáir og stórir. Opinberunarbókin 17 mínútur yfir 10. Og andinn og brúðurinn segja, kom þú. Og sá sem heyrir segi, kom þú. Og sá sem þyrstur hann komi. Hver sem vill, hann fær ókeypis lífsins vatn.